Komið þið sæl og verið hjartalega velkomin í Golf fyrir alla 2. Í þessari þáttaröð þá ætlum við að fara spila Grafarholtið hjá Golfklúbbi Reykjavíkur sem einn af fallegustu golfvöllum okkar Íslendinga og við ætlum að upplifa aðeins hvernig þeir bestu spila, hvað ber að hafa í huga þegar maður ætlar að ná að skora golfvöll og þannig að miðað við það sem við gerðum kannski í fyrstu seríunum okkar, þar vorum við meira að tala um grunnatriði og svo fleira. Nú förum við aðeins lengra og ætlum að kafa svona aðeins dýpra inn í hvernig maður fer að því að spila gott golf. Að sjálfsögðu er Ólafur Már Sigurðsson með mér og ég heiti Brynjar Eldon Geirsson. Jæja, þá stöndum við hérna saman á fyrsta teig og fyrir framan okkur er glæsileg golfhóla, fyrsta hólan í Grafarholtinu. Við ætlum að, eins og áður hefur komið fram, við ætlum að leika hérna 18 hólur og við ætlum að gera það eins vel og við getum og með skynsemi vegna þess að mjög góðir leikmenn þeir hugsa mikið leikskipulag. Leikskipulag er eitthvað sem að allir þyrftu að búa sér til áður en í hringinn er haldið. Óli, hvernig hefur þú hugsað þér að spila þessa fyrstu hólu til þess að ná sem bestu skori? Hvað fer í gegnum hugun á þér hér? Þetta er alltaf fyrsta högg í dag, þannig að það er alltaf mikilvægt að byrja vel. Það er spurning, maður getur tekið hérna hreinlega driverinn og farið langleiðina bara inn á flötina í fyrsta. En það er svolítið hættur í kringum flötina, það er svona þringsta svæðið, fyrsta högg. Þannig að ég ætla bara að slá mig á, reyna að hitta brautina, slá svolítið styttra uppásögg en ég gæti gert. Já. Aðalatriðið er að hitta brautina. Við sjáum að flaggið er núna vel vinstra megin á gríninu. Já, þú ert að spá í því hvar fáninn er, þú kíkir á það. Já, ég sé að fáninn er lengst vinstra megin. Já. Þannig að nú er mikilvægt að slá sig hægra megin á brautina. Já. Þannig að ég eigi svona góða leið í öðru högginu inn á flöt og inn á hérna flaggið. Skil þig. Mikilvægt að hitta braut. Af hverju er það? Það er náttúrulega, í dag er hérna grasið fyrir utan brautina, eða röffið eins og að kalla. Það er svolítið hátt, það er smá bleita, þannig að það er þungt að slá úr því. Já. Þannig að nú ætla ég bara að einbeita mér að hitta brautina, taka bara járn á teig, 4 járn og reyna að slá svona, þetta er aðeins niðri móti, reyna að slá svona 200 metra högg. Þá á ég cirka 80 metra, 90 metra í flaggi. Mér líst vel á það. Þetta er flott högg. Var þetta ekki nákvæmlega á staðinn sem þú vildir hitta? Jú, það var fínt. Já. Hægra megin á braut og allt opið inn. Já. Já, Óli, hvað er þetta langt frá? 93 metrar. 93. Teighöggið var rosalega vel hefnað. Já. Og hvað er núna planið? Nú erum við með, eins og við sáum uppi, við erum með fánan alveg vinstra megin á flötinni. Já, hann er líka alveg aftast. Já. Þannig að ég ætla ekki að slá mig yfir pinnan. Nei. Hætturnar eru yfirleitt svona fyrir aftan grínið. Já. Ég ætla að reyna að slá bara svona 90 metra högg, vera kannski örlítið á stuttur. Já. Og hérna... Og þá meira á mitt grín eða? Nei, ég slæði bara beint á stöngum. Já, tekur línuna beint á. Já, þetta er það stutt högg að stefnan svona er yfirleitt góð í þessum höggum hjá mér. Já. En eina sem ég bara alltaf svona einbeita mér að er að vera aðeins og stuttur kannski. Já. Þannig að maður tækir svona allt þetta fyrir aftan grínin bara úr leik. Já. Hvaða kilvi notar í þetta? Ég nota núna bara Sandvets. Sandvets? Já. Já. Kíkjum á það. Akkurat lengdin.
Þetta er beint á fána. Það er svo stutt við hann eins og þú ætlaðir. Varstu ánægð með þetta? Já, þetta var ágætt. Ekki full stutt en þá kannski svona 5 metra pútt eftir. Já, en það mikilvægast er kannski núna á þessar fyrstu holu. Þú ert búinn að hitta brautina og þú ert búinn að hitta grín. Já. Það hlýtur að vera lykilatriði að ná að skora vel. Já, svona, þú veist, byrja bara vel og vandræðalaust. Já, vandræðalaust, fá ekki meir en par. Já. Nú er ég möguleika á pugli. Já. En ég er búinn að spila þetta þannig að ég er svona slæmi bara svona svolítið frá hættunum og byrja svona þægilega, sem er alltaf gott. Já. Við skulum rölda í 8 flutt. Jæja, Óli, nú ertu með gott færi fyrir fugli, eða einum undir pari. Hvernig ertu búinn að lesa þetta pút? Þetta er aðeins frá vinstri til hægri, pínlítið. Já. Og svolítið uppmótið, þannig að ég leyft mér að vera svolítið ákveðin í þessu púti. Já. Já, ég er búinn að labba allan hringinn og skoða þetta frá öllum svona sjónarhornum. Líst vel á þetta pút. Já. Hvernig, þú veist, þú ætlar að gefa þessu sénsinn, þú ætlar að reyna að drífa eða ég ætla að reyna að leka þess að eins og þú talar áðan að þú veist, byrja ekki. Já, ég ætla náttúrulega ekki að vera í þeirri stöðu að þurfa að púta eitthvað langt pút fyrir parið hérna. Tilbaka. Nei. En þetta er aðeins uppmótið, þannig að maður getur svona, það er svona þægilegra en að vera að púta niður halla. Já. Skulum sjá hvernig þetta gengur. Þetta var gott pút, Óli. Mjög nálægt holunni og ég raun og veru í færi bara til þess að klára þetta án þess að hugsa mikið. Létt par á fyrstu holu, byrja vel.